skjót og góð þjónusta. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mjög mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 11:30 og já, eins og ég sagði við ykkur þá átti þátturinn taka enda klukkan 11:30 en það sem að ólisteild kvenna að hefjast þá höldu göngu okkar áfram og það komið að síðasta viðmælanda í Síma í kvöld og það hún Elín Anna og hún komin hér á línuna. Komdu sæl og blessuð. Sælur og blessaður. Það gott að heyra að þú ert í sambandi hérna en já, kannski ég ætla að setja boltan hérna yfir á Lúðvík Gesson ritstjóra 51.is, Ingvar Örn Ákason þjálfara hjá HK og Jóhannes Lange þjálfara hjá Fylki og byrja á Ingvar. Sæl Elín, gaman að heyra yður og afsaka að hringi seint í þig. Já, ekki mál. Þið voru bara svo erfið viðmælandinir undan sko. Já, þetta búið að vera svolítið erfitt kvöld en mér langar bara að byrja á því að biðjast afsökunar að vera ekki búin að borga gulræturnar. Já, ég fer að senda eitthvað náðinu. Já. Skuldar það þig gulrætur? Nei, ég skulda pening fyrir gulrætum. Ég búið með gulræturnar áttur að borga. Hann var sem tók ákveðin að styrkja okkur haukalið til Evrópu. Ég fekk reyndar skammir í hattinn fyrir að styrkja ykkur verandi þjálfari hjá HK. Það voru eitthvað að fara í svipa eða eitthvað en ég styrki bara mitt fólk eins og þú þekkir. Já, þú ert ekki bara borgað þá? Já, kannski geta nú ekki skammast mikið því að kaupa okkur löður á mér. En hvernig leggst þetta allt saman í þig framhaldið og byrjun á þessu? Herðu, ég er bara gífulega spennt. Já. Þetta hefur auðvitað sjaldan litið út fyrir að vera eins spennandi deild og í ár, þannig að ég er bara spennt að boltinn fara að rúlla. Já, Lúþer reyndar hefur enga trú á þér og þínum, spáir ykkur náttúrulega bara í hróðarlegri fallbaráttu. Já, hvað segirðu? Þetta miðjudeild. Já, ég vil túlka sem miðjudeild en þetta er fyrir neðan miðjudeild. En hvað finnst þér það? Er það kannski á pari við væntingar allar í kringum ykkur allavega eða svona kannski fyrir utan liðið sjálft? Sko, við erum kannski alltaf svolítið svona spurningamerki. Við ætlum okkur klárlega meira en 7. sæti ykkur. Já. Það sé nokkuð ljóst, en við erum alltaf bara alveg með fullt af nýju leikmennum sem komin í liðið og okkar kannski stærsta stjarna enda svolítið spurningamerki. Þannig að við erum svona, já, við erum eftir að fínpjúsa í þessar hluti, þannig að eins og staðan í dag þá kannski kemur spáin ekkert á óvart. Nei. Er eitthvað lið, eitt eða fleiri sem sér fyrir þér að verði klárlega í toppartinni eða svona einhver lið einhver lið sem verða bara með þetta? Já, mér finnst reyndar nánast öll liðin hafa styrkt gífulega vel, þannig að mér finnst svolítið erfitt að segja og maður líka eftir að sjá svona hvernig liðin spila sér saman en þú veist það er náttúrulega eiginlega klárt að þessi lið sem hafa verið í toppartinni munu vera þar áfram, held ég. Já. Geti sagt með nokkuð góðri samvisku að þau með verða kannski ekki í botninum á deildinni. Nei, þetta er gífulega spennandi, maður veit eiginlega ekkert hvernig þetta fer, sko. Þú gleymdir að taka fram á hana að það eru öll lið múin að styrkja sér í deildinni nema framliðið. Já. Stefán Arnarsson harðneitar að vera búin að styrkja liðið og hann á leiðinni með það samt. Já, segist reynda að vera að fá 2 styrkingar núna en við skulum kannski ekki eyða of miklu púðri í það. En já, þið ætlið þetta að ég meina stefnan er vantarlega að skríða upp fyrir þetta 7. sæti. Stefnan er náttúrulega sett á það að vera í topp 4. Eins og vantarlega bara held ég að öll liðin í deildinni geri. Já, sem samt bara gífulega krefjandi markmið því að deildin held ég bara mjög sterk. Já, menn það er ég held ég allir viðmælendur okkur búin að segja í kvöld að flestir allavega sem hafa komið inn á þetta að allir geti unnið alla. Já. Vantarlega og já þá enginn eitt sigur vísan eins og var kannski meira í fyrra, þú veist. Deildin í ár er líklega bara svo sterkasta í langa tíma. Algjörlega. Þannig að það er erfitt að spá. Ég er bara tek ofan fyrir ykkur fyrir að hafa reynt að setja 5-1 fyrir að reyna að setja liðin í ykkur sæti, sko. Já, það var þetta bara Lúti, hann segir alltaf að hann fengið 6 manns, hann settist bara einn niður með sjálfum sér og hugsaði bara, já, hann bara hverju seldu bestu gulletnar og... Enda með því að hendu öllum út og raða þessu upp sjálfur bara. Já.
En þetta er Hrafnhildur Skúladóttir var ósammála spánni, aðrir hafa verið sáttir held ég. Já, Þannig að, Hún hefur ekki trúa því að það er vinnið þess að nei, hún vil alls ekki meina að það sem besta liðið, en setur þá press á stjörnuna, hefur séð stjörnuna spila? já, aðeins. Það eru náttúrulega líka bara komin með mjög sterkan hóp. Já, Hafa bætt við sér leikmönnum og eru með svona meiri breytt. Það er Já. kannski helst, þú veist, markmaðurinn, þú veist, það voru náttúrulega með, var eitt besta markmann landsins, það er kannski svona þeirra já, stærstu biti sem hefur farið. mikill missir þar. Já, bara líka reynslega sétt og þeir séu náttúrulega með líka bara markmenn sem að taka á keflinu, sko. Algjörlega. Við vorum að ræða við vinkunniðina, stórvinkunniðina á hann hérna Díunu Dögg. Já, já. Þið farið saman á sínu tíma til Eyja. Dían Dögg. Já, við spilum það með eigum. Já. Svo farið þið núna, já þú ferði í FH í fyrra. Já. Ég verð að viðurkenna það að hérna, mér fannst svolítið skrítið að sjá þið farið í FH. Já. Voru það, þú ert náttúrulega komið frá FH núna, kemur í haugaliðið, sterkara lið og Já. sterk lið. Var það mistök að fara í FH? Hvað segir þið? Var það mistök hjá þér að fara í FH? Mistök? Nei, ég kýst að horfa ekki á neina ákveðin sem mistök. Ég held að þetta hafi verið svona svolítið mikilvæg ákveðin fyrir mig sem leikmann bara að fara eitthvað að mér leið vel og fekk gott hlutverk og þú veist, þessi vetur það var mjög erfið fyrir FH-liðið en samt sem áður fannst mér maður læra mikið af honum. Það er líkilega að taka eitthvað út úr þessu. Já, þannig ég tek klálega margt út úr veturinn og lærði mikið á honum. Hvernig Og fannst þetta alveg vera gott skref fyrir mig til þess að svona, já, nýta veturinn. Hvernig sérðu fyrir þitt hlutverk í þessu haugaliði vetur? Leikstjórnandi eða skytta? Er það ekki svona það sem að þú ert búin að vera að spila? Jú, ég held að það aðalega kemur með að spila leikstjórnandastöðuna og er náttúrulega að taka við keflinu frá mjög góðum leikstjórnanda. Það eru að missa Karinni, sem er frábær leikmaður. Og það náttúrulega bara er alltaf svona mikið challenge að koma inn í nýtt lið sem leikstjórnandi og taka við stjórninu og sóknarleiknum og annars við. Þannig að mér líst bara vel á veturinn en eins og ég sagði þá erum við ennþá svona fínpúsa okkar leik og eigum alveg langt í land og þetta lítur vel út. Hvernig upplifðu þið til dæmis Ragnarsmótið? Ragnarsmótið? Það var bara fín leikir sem við fengum út í því. Við vorum að æfa ýmis atriði, bæði að spila nokkra varnarbröði og pröfa hluti. Mér finnst þetta fínast mót, sko. Okay. Maður sá líka þar, sá maður þessar nýju leikmenn dildri. Mér finnst svona þessir útlensku leikmenn sem hafa komið núna fyrir þetta tímabili eru frábæri leikmenn. Það verður gaman að fylgjast með þeim vetur. Þannig að það er líka svolítið breyting, það er reynilega, það er komið góðari á Íslandi, við erum alltaf farin að sjálfsvelda í erlendum leikmennum. Já. Það var mjög gaman að talsvert sterkari deildinni fyrra, ekki? Hvað segir þið? Talsvert mikið sterkari deildinni bara í fyrra. Ekki bara það hún hafi upp og pækka liðum heldur, já, bara flotti leikmenn að koma inn? Já, algjörlega. Það er mikið að ungu leikmenn, við til dæmis í Haugum erum að fá flotta stelpur upp sem koma til með að fá tækifæri í vetur. Það verður gaman að fylgjast með. Þá nefna sérstaklega Berti, örfendur leikmaður sem ég mæli með að fylgjast með í vetur. Ok. Frábær leikmaður. Ef þú segir að það er að fylgjast með þá bara trúið því, það er... Ég sendi mann á hana. Flottir. Bara að fylgjast með henni. Nei. Já, algjörlega. Herðu, þannig að þú ert svona sæmilega brött. Já, ég er það. Bara gífulega spennt að byrja. Margir sem var kannski svona með aðeins haukaliði, svona í lokin, margir sem er að tala um að til dæmis, já, Ramúne verði ekki með, ég veit að hún er allavega ekki byrjuð að æfa. Nei. Við vonum að hún, já, eru það að missa hana, jafnvel bara út? Við erum náttúrulega,
við erum frekar bjartsýn náttúrulega, eða við reynum að vera það, þannig að við vonumst til að hún komi tilbaka á tímabilinu. Hún eins og ég sagði, bara mikið spurningamarki. Þetta eru ansi, eins og maður hefur verið að sjá, alvarlega meiðsl, svona höfuð áverkar og maður þarf að taka það því alvarlega. Þannig að þetta hún eins og ég segi, þetta er bara spurningamarki. Við vitum ekkert hvort að hún geti verið að koma tilbaka bara fyrsta mánuði deildarinnar eða hvort hún komi, jólin eða hvenær hún kemur, sko. Og það er náttúrulega, það held ég mesta spurningamarki við okkar lið. Hún er náttúrulega bara frábær leikmaður og hérna komist engin leikmaður í deildinni þar sem hún er sko með hælana. Þannig að, já, ég hugsa að það er ansið stór póstur ef hún dettur alveg út hjá okkur. Þá verður þú að leiða þetta bara. Já, það kemur alltaf maður í mann stað og það er klart að það mun gerast en það er náttúrulega ábært að vera með leikmann eins og Ramúni í sín liði. Já, þetta er alveg meiri mannstaður heldur margir aðrir. Algjörlega, þetta er svona leikmann sem getur klárað leiki. Ég held að koma enginn í staðin fyrir Ramúni. Það er erfitt, en þið verða að standa á vaktina fyrir hana, það er ekkert annað í boði. Það er ekkert annað í boði og það er klárlega kemur alltaf einhvers í mannstað og stígur upp, þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig við leysum þetta. Já. Elín Anna, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, sportátturinn verður hérna til klukkan 12 og það er náttúrulega eitt eftir hérna, það er náttúrulega stórvægilegt hvernig við spáum svo fleira til. Takk Elín mín. Takk fyrir þessakar. Ok, bye. Já, svona rétt í lokin, það er náttúrulega loka óskalagið, það er náttúrulega, já, frá þessum blessaða Vestlói Ingi hérna, ert ekki Vestlómaður eða eitthvað svona? Vestlingur heitir ekki Vestlóingur. Já, hvað heldur ég viti, ég er frá Hæli.